Árið 2025 var það hlýjasta hér á landi frá upphafi mælinga og í upphafi sumars skall á með hitabylgju. Lífríki fór á fleygiferð og vorveiðin fór vel af stað. Það átti til dæmis við urriðasvæðin fyrir norðan. En rétt eins og árið 2024 gerði norðan hret og áin varð óveiðanleg í sólarhring. Laxveiðimenn héldu bjartsýnir inn í sumarið eftir að spá að laxveiði yrði í góðu meðallagi. Strax í upphafi tímabilsins var þó ljóst að sú yrði ekki raunin og veiði á laxi dróst saman þriðjung frá fyrra ári. Alls veiddust 33.000 laxar sem 20% undir árlegri meðalveiði frá 1974. Sala veiðileyfa hjá Stangaveiðifélagi Reykjavíkur gekk vonum framar og sumar ár seldust hreinlega upp. Sem fyrr voru elliðaárnar eftirsóttastar, en þar var eftirspurnin ríflega tvöfalt meiri en framboðið. Meðal annarra vinsælu áa félagsins þetta sumarið voru Korpa, Sandá og urriðasvæðin fyrir norðan. Stjórn félagsins leggur ríka áherslu á að hvert ársvæði standi undir sér, enda sé það forsenda fyrir traustum rekstri. Sú var raunin sumarið 2025 og áhuginn á stangveiðinni virðist aukast með hverju árinu. Veiðimönnum fjölgar og meðal þeirra skiptir heildarupplifunin af veiðiferðinni meira máli en fjöldi fiska sem kemur á land. Það fagnaðarefni, enda snýst veiðin svo ótalmargt annað en aflatölurnar. Veiðimenn höfðu teljara elliðaána hjá sér sem skjákvílu, því þar var mikið dýrðir. Fiskgengd á einum sólarhring sló öll fyrir met og varð mest 680 laxar. Ekki fréttist af sambærilegum göngum í aðrar ár á Vesturlandi og í því samhengi með ólíkindum hversu vel laxinn skilar sér inn í elliðaárnar. Frjósemi árinnar með mesta móti og ljóst að félagsmenn kunna vel að meta breytingarnar sem tóku gildi sumarið 2020 þegar maðkveiði var bönnuð og skylt varð að sleppa öllum fiski. Vorveiðin gekk vel og urriðin í ánni var vel haldið. Sala vorveiðileyfa var góð og færri komust að en vildu. Formleg laxveiðiopnun var með öðru sniði en undanfarin ár. Því í þetta skipti opnaði Heiða Björg Hilmisdóttir árnar og endurnýjaði þá áratuga hefð að borgarstjóri opni elliðaárnar. Eins og venjulega sveiflast veiði yfir sumarið, en var mest vikuna 21. til 28. júlí þegar 121 lax kom á land. Alls veiddust 724 laxar í elliðaánum sumarið 2025 sem gerði hana að 5. aflahæstu á landsins miðað við fjölda veiddra laxa á stöng. Venju samkvæmt hófst veiði í Langá þann 19. júní. Ágætt vatn var í ánni og veður milt og gott. Fyrsti laxinn kom á land korter yfir 8 á Glannabroti en alls veiddust 4 laxar í opnuninni árið 2025 en ekki 9 eins og árið áður. Það lætur nærri að heildarafli sumarsins hafi verið í sömu hlutföllum því alls veiddust 714 laxar í sumar á móti 1292 árið 2024. Þegar líða fór á sumarið saxaðist nokkuð á vatnsforða Langavatns, þar sem úrkoma var með minna móti. Lækkandi vatnsstaða, tregar tökur og færri fiskar í ánni reyndu á færni veiðimanna en með bættri aðstöðu við Langá og auknum gæðum í þjónustu tókst að tryggja góða upplifun flestra veiðimanna.
Alls fór 1281 fiskur teljarann í Skuggafossi og líklegt talið að annað eins magn hafi gengið fossinn. Ýmislegt bendir til þess að breytingar hafi orðið á fossinum og hann sé minni hindrun en áður og fyrir vikið óljósara hve mikið af fiski í ánni. Langá eitt mikilvægasta ársvæði Stangveiðifélagsins og það svæði sem kallar á mesta fjárhagslega skuldbindingu. Félagið á mikið undir því að sala gangi vel og leggur sérstaka rækt við svæðið. Nýr samningur miða í Dölum var undirritaður sumarið 2025 en samstarfið við veiðifélag árinnar hefur verið frábært. Ein mikilvæg breyting var gerð frá fyrri samningi því frá og með næsta sumri verður eingöngu heimilt að veiða á flugu. Áin viðkvæm og mjög lítið vatn var í ánni í júlí og ágúst og þornaði áin upp tíma fyrir ofan Grænanes. Gott vatn var hins vegar í ánni í september. Veiðin var með lakasta móti því 84 laxar kom á land sem það minnsta í langan tíma. Þeirra á meðal var þó einn af glæsilegri höfðingjum veiðisumarsins, 105 cm hængur sem veiddist í Hamarshill á Svartan Francis. Fleiri stórfiskar voru á sveimi í Miðá og undir lok tímabilsins veiddist 100 cm maríulax, hængur í Hamraendateigi, sá tók hálftómu þýska snældu. Bleikjuveiðin gekk ágætlega og 208 bleikjur voru skráðar í veiðibók. Engu logið þegar sagt að tímabilið í Haukunni hafi verið viðburðaríkt. Fyrst ber að telja hnúðlaxagönguna sem gekk upp í ána í byrjun júlí. Næst bárust fréttir af eldislaxi, norskum köfurum og loks vatnsleysi og rafsuðusól. Alls náðust 9 meintir eldislaxar og 88 hnúðlaxar í ævintýrum sumarsins. Röð alvarlegra atvika kallaði á afdráttarlaus viðbrögð þar sem allir hlutaðeigandi lögðust á eitt. Stangaveiðifélagið færir sjálfboðaliðum okkar innilegar þakkir fyrir ómetanlega aðstoð og samstöðu. Þá eiga veiðimennirnir sérstakar þakkir skildar fyrir æðruleysi og stuðning í því ástandi sem skapaðist við ána. Haukadalsá átti þó góðan endasprett og endaði í 289 laxum og af þeim voru 100 laxar skráðir í september. Þar á meðal þessi 100 cm hængur sem tók haug númer 16. Sá veiddist eftir úrhellisrigningu þar sem áin var óveiðanleg tíma og þveráin breyttist í stórfljót. Þverá í Haukadal fór ekki varhluta af lítilli laxgengd og aðeins voru 16 laxar skráðir í bók þetta sumarið, sem var rímlega helmingi minna en árið áður. Áin krefjandi en nýtur vinsælda þeirra sem velja óbyggða veiði í fögru umhverfi. Veiðin í Gljúfurá fór löturhægt af stað og var tíðindalítil framan af. Laxinn var seinna á ferðinni en árið áður og sá fyrsti veiddist 12. júlí. Árið 2024 voru 32 laxar komnar á land þann sama dag og óhætt að segja að árið 2025 hafi skorið sig úr. Raunar var allur júlímánuður tregur og fáir laxar komu á land. Öllu meira líf var í sjóbirtingsveiðinni sem gladdi aðdáendur árinnar. Blessunarlega lifnaði yfir henni síðla sumars og ágúst og september skiluðu fínni veiði sem var á pari við árið á undan. Áin endaði í 117 laxum og 82 sjóbirtingum sem talsvert undir meðalveiði síðustu ára. Veiðihúsið við Gljúfurá fékk hins vegar upplyftingu fyrir sumarið og var allt endurnýjað á baðherbergjum og í eldhúsi. Flekkudalsá naut vinsælda líkt og áður og seldist upp árið 2025. Árið fer þó ekki sögubækurnar fyrir góða veiði því áin skilaði einungis 55 laxum og 26 sjóbirtingum. Engan bilbug þó að finna á aðdáendum Flekkunar sem fögnuðu því síðla hausts að leigusamningur árinnar var endurnýjaður og gildir hann út veiðisumarið 2029. Samningurinn tryggir áframhaldandi aðgang félagsmanna að einni eftirsóknarverðustu sjálfsmennsku ám á Vesturlandi.
Undanfarin ár hefur verið unnið hörðum höndum að því að bæta aðstöðu veiðimanna við veiðihúsið, meðfram ánni og aðgengi að veiðistöðum. Þessar endurbætur hafa aukið þægindi og gert völ veiðimanna við Flekkudalsá enn ánægjulegri. Stangveiðifélagið tók upp nýtt fyrirkomulag í Korpu til að bregðast við mikilli eftirspurn og seldi eingöngu hálfa daga eins og í öðrum ám innan borgarmarkanna. Nýtt eignarstangasvæði fyrir félagsmenn var tilraunaverkefni síðasta sumars en það er svæðið fyrir ofan Lambhagaveg og upp í Hafravatn. Þetta svæði er óskrifað blað og því fylgja engin kort og ekki eru merktir veiðistæðir. Stefnt er að því að bjóða aftur upp á þetta svæði næsta sumar. Sumarið 2025 seldist áin upp og veitust 142 laxar. Leirvogsá nýtur áfram mikilla vinsælda hjá félagsmönnum Stangó. Veiði jókst á milli ára, ólíkt því sem var í flestum öðrum ám á landinu. 285 laxar veiddust á 2 stangir í Leirvogsá sem setur hana í 10. sætið á landsvísu yfir mestan afla á stöng. Afar sterkur sjóbirtingsstofn er í Leirvogsá og voru 83 sjóbirtingar skráðir í veiðabók 2025. Allt frá árinu 1985 hafa vísindamenn fylgst náið með Leirvogsá. Samkvæmt mælingum er seiðastaðan í ánni afar góð og hefur það gefið góða raun að sleppa nokkrum laxapörum fyrir ofan ólagsgengan Tröllafoss. Þau seiði hafa jafnan verið stærri en þau sem eru fyrir neðan fossinn. Laugardalsá er að rétt úr kútnum eftir nokkur erfið ár. Svæðið er fagurt og öll aðstaða er til fyrirmyndar. Veiðin jókst 17% þetta árið og gaf áin 145 laxa. Laxinn var vel haldinn í ár en tregur til töku lengst af. Veiðifélagið stendur nú fyrir ræktun á niðurgönguseiðum til að efla og stækka hrygningarstofn Laugardalsár. 15.000 niðurgönguseiðum var sleppt í sleppitjarnir árinnar og verður fróðlegt að sjá hvernig mál munu þróast í djúpinu. Stærsti fiskur 2025 veitist í Blámýrafljóti 8. september og mældist hann 96 cm. Sandá í Þistilfirði er ein af vinsælli ám Stangó og færri hafa komist að en vilja síðustu ár. Veiðisvæðið í Sandá er 12 km langt. Áin er eftirsótt meðal félagsmanna, enda frábær í alla staði, krefjandi og framandi og húsakostur góður. Áin heldur vel vatni og það er afar sjaldgæft að hún verði of vatnslítil. Áin opnaði 24. júní og skilaði 3 löxum á fyrstu varp. Þeirra á meðal var 100 cm höfðingi sem veitist í Ólafshyl á fluguna Niffa. Annar 100 cm lax veitist svo undir lok tímabilsins en hann tók Rauða Fransins í Bjarnadalshyl. Áin endaði í 304 löxum, auk þess sem 7 sjóbirtingar voru skráðir. Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur á undanförnum 18 árum byggt upp dyggan hóp veiðimanna sem sækir urriðasvæðin í Mývatnssveit og Laxárdal. Svæðið hefur aldrei verið vinsælla en nú. Mývatnssveitin nánast uppseld og mikill stígandi í ásókninni í Laxárdali. Þar hafa kattishollin verið mjög vinsæl og orðið til þess að margir félagsmenn hafa nú uppgötvað þetta svæði og fundið sína hillu. Rífandi gangur var í Mývatnssveit í upphafi sumars og stórir og velhaldnir urriðar á sveimi. Júní var mjög úrkomusamur á norðaustanverðu landinu og annað árið í röð gerði norðanáhlaup með snjókomu í byrjun júní. Veiðin var minni en nokkur síðustu ár eða 2688 fiskar. Athygli vekur að sleppihlutfallið fór úr 82% niður í 75%. Góður stígandi hefur verið í veiðinni í Laxárdal núna undanfarinn áratug. Veiði minnkaði þó lítillega milli áranna 2024 og 2025 en var þó vel yfir meðalveiði síðustu 9 ára. Laxárdalurinn endaði í 802 fiskum. Vert er að nefna frábært starf árnefndar í Laxárdal sem hefur tekið þátt í spennandi rannsóknarverkefni á stofni árinnar með merkingum á veittum fiski.
Fróðlegt verður að sjá niðurstöður rannsóknanna á komandi árum en sumir hafa óttast skort á nýliðum. Töluvert sást hins vegar af 50 til 55 cm fiski í fyrra sem bendir til góðrar nýliðunar. Sumarið var gott í Gufudalum, mikil veðurblíða og ágætis fiskgengd. Bleikjan var heldur smá þótt margar fínar hafi einnig komið á land. Svæðið er sérstaklega eftirsótt hjá fjölskyldum og selst yfirleitt upp. Aðstaðan í dalnum var bætt nokkuð þetta sumarið þótt stærsti hluti lagfæringa hafi verið ósýnilegur, þar sem skólplagnir og rotþró voru á verkefnalistanum þetta árið. Ágætis veiði var á svæðinu og alls veiddust 531 bleikja, 7 laxar og 8 sjóbirtingar. Brúará er vel tekið hjá félagsmönnum Stangó. Skráð veiði var 41 bleikja, 8 urriðar, 2 laxar og 1 sjóbirtingur. Ekkert var veitt í Varmá þriðja árið í röð vegna mengunar frá fráveitustöð Hveragerðisbæjar. Stangó og veiðifélag Varmár er í góðu samstarfi og hafa einsett sér að vinna saman að uppbyggingu áður en veiði hefst þar á ný. Vatnsdalsá í Vatnsfirði kom ný inn á síðasta sumri. Lítil 2 stanga lax og bleikjuveiði á Barðaströnd. Áin var vatnslítil allt sumarið og hafði það talsverð áhrif á veiðina. Alls veiddust 68 sjóbleikjur, 16 laxar og 15 staðbundnar bleikjur. Þá gerði hnúðlagsvart við sig og alls voru 29 slíkir teknir úr ánni. Sandá í Þjórsárdal er líka ný á matseðli félagsmanna. Áin er síðsumarsá þar sem besti tíminn er að öllu jöfnu í ágúst og september. Áin var vatnslítil bróðurpart sumarsins eins og aðrar ár og leið veiðin fyrir það. Einungis veiddust 6 laxar, 6 sjóbirtingar og 2 urriðar þetta sumarið. Starf stangaveiði félags Reykjavíkur gekk afar vel á árinu 2025 og methagnaður varð af rekstrinum. Heildartekjur námu 669,2 milljónum króna, hagnaður ársins var 66,2 milljónir. Þetta er 5. árið í röð sem eigin fjárstaða félagsins styrkist, en fyrir þann tíma var hún veik langt skeið. Ýmsir samverkandi þættir skýra bætta afkomu stangveiðifélagsins, meiri sala veiðileyfa en áætlað var, jákvæð afkoma allra ársvæða, almennur agi í rekstri félagsins, bættir innheimtu og skráningaferlar, öflugt starfsfólk og 10% fjölgun félagsmanna. Fjármagnstekjur voru óvenju miklar og hagnaður var að rekstri veiðikossins. Þá hefur stjórn lagt ríka áherslu á að tekjur af hverju veiðisvæði standi undir kostnaði í stað þess að afgangur af einu svæði sé nýttur til að greiða niður tap af öðru. Mikilvægt er að halda þeirri stefnu til streitu þótt aðstæður geti verið krefjandi. Rekstur veiðihúsanna gekk vel, félagið rak í eigin nafni húsin fyrir norðan en útvistaði rekstri veiðihúsanna við Langá og Haukadalsá. Stangveiðifélagið er óhagnaðardrifið félag og því arður ekki greiddur út. Hins vegar er afar mikilvægt að eigin fjárstaða sé sterk, enda eru fjárskuldbindingar vel á 2 milljarð króna ef litið er til allra leigusamninga félagsins. Sagan sýnir enda að margvísleg áföll geta dunið á félaginu og hratt gengið á eignir þess. Stjórn stangveiðifélagsins var óbreytt á milli ára þar sem 3 stjórnarmenn hlutu endurkjör á aðalfundi 2025. Samstarfi gekk vel og traust einkenndi samskipti stjórnarmanna í hvívetna. Formlegir stjórnarfundir voru haldnir á 2 vikna fresti auk ótal smærri funda og heimsókna til viðsemjenda og annarra hagsmunaaðila. Stöðugildi á skrifstofu félagsins voru að meðaltali 4,5. Nokkrir nýjir samningar voru gerðir á árinu. Samningur Flekkudalsá og Miðó voru endurnýjaðir, samið var leigu á Sandá í Þjórsárdal til næstu 5 ára, auk þess sem félagið hefur tekið að sér sölu veiðileyfa á miðsvæðinu í Laxá í Aðaldal, þar sem bæði veiðist lax og urriði. 2025 var gott ár fyrir stangaveiðifélag Reykjavíkur. Nýting ársvæðanna var góð, hagnaður var að rekstrinum og aukin áhugi veiðimanna á félaginu. Félagsstarfið var öflugt.
Árnefndir stóðu í ströngu við viðhald og lagfæringar á ársvæðum. Konurnar í Kasta til bata-verkefninu heimsóttu Langá 7. til 9. júní þar sem kvennanefndin sá að þær fengju tillíðilega þjálfun í að vaða ár og kasta flugu. Skemmti- og fræðslukvöldin voru fjölmörg og vel var mætt á alla atburði. 2 tölublöð voru gefin út af veiðimanninum, félagskirtinni Stangaveiðafélagsins gengu í endurnýjun lífdaga og var gefið út á stafrænu formi fyrir símaveski. Á skirtinu má sjá uppfært félagsnúmer og ýmsar upplýsingar á bakliðinni afslætti og tilboð sem kortið mun veita. Barna- og ungmennastarfi blómstraði líka á árinu. Nýtingardagar voru haldnir, vorveiðidagar í Korpu og 3 barna- og ungmennadagar í Elliðaánum. Yfir 100 börn tóku þátt í veiðidögunum og í ljósi gríðarlegrar eftirspurnar verður bætt betur á komandi sumri. Ungmennadögum í Elliðaánum fjölgað, auk þess sem eldri hópurinn fær tækifæri til að kynnast Langá á Mýrum. Góður rekstur, aðhald og viðvarandi rýni á öllum tekju- og kostnaðarliðum lykilatriði fyrir Stangaveiðifélagið. Stjórn félagsins tekur það hlutverk alvarlega og mun áfram beita sér fyrir hagkvæmni í rekstri og framförum í þjónustu við félagsmenn. Stefnt að aukinni nýtingu sjálfvirkra lausna til að bæta þjónustu við félagsmenn, til dæmis notkun gervigreindar í símsvörun og öðrum samskiptum, aukinni markaðssetningu, fræðslu og félagslífi. En þrengir að Elliðaánum. Brúm yfir árnar fjölga, fleiri fara nú dalinn og Reykjavíkurborg vinnur að því að gera hann að sérstökum áfangastað fyrir ferðamenn. Þessu mótmælir stjórn Stangaveiðifélagsins en styður jafnframt að almenningur njóti Elliðaárdalsins. Útivist, fræðsla og tengsl fólks við náttúruna eru mikilvæg gildi. En aukin umferð og nýting mega aldrei vera á kostnað lífríkisins, fiskistofna eða náttúrulegs jafnvægis ánna. Stjórn Stangaveiðifélagsins telur einnig mikilvægara en nokkru sinni fyrr að vernda árnar innan höfuðborgarsvæðisins og hefur áhyggjur af byggðaþróun í nágrenni þeirra. Og bendir á að óvarleg og óheft umferð við árnar, ljósmengun, efnistaka og illa hönnuð mannvirki geta valdið óafturkræfum skaða á lífríki ána. Stjórn Stangaveiðifélagsins hefur lagt áherslu á að leitast verði eftir sáttum í málefnum sjókvíaeldisins þar sem allt kapp verði lagt á að vernda villta íslenska laxastofninn. Nú hækkar sólarlofti og samhliða eykst eftirvænting félagsmanna. Seiðin sem gengu út síðasta vor syntu út í hafið í hlýjum hafstraumum. Og ef hægt væri að stóla bara á það, útlitið gott fyrir komandi laxveiðisumar.